Alltaf geitungar eftir mér, maður. Shit, ég þarf að fara að komast yfir þetta. Ég ætlaði sem sagt að byrja á nýtt vlog en varð fyrir geitungaárás. En við erum að fara heim til Stokkólms eftir 2 daga. Morgun er faktisk síðasti dagurinn okkar af því að flugið á laugardaginn er svolítið snemma. Þannig að já, ég var bara að byrja að pakka. Og já, morgun er síðasti dagurinn, það er svolítið skrítið af því að við ætlum að vera hérna í max mánuð. En við erum búin að vera í 5 vikur. 5 vikur og það liði ógeðslega hratt. Finnst þér búin að vera hérna í 5 vikur? Nei. Nei? Við erum bara búin að aðlaga Spánarlífinu. En já, það er bara næsta dagskrá að pakka. Eiga ógeðslega næs dag á morgun og fara heim. Hvernig er það að fara í að keyra svona í fyrsta skipti á viku 5? Nei, viku 4. Whatever. Við erum ekki ennþá búin að leigja bíl og þetta er svo næs. Nei. Jú. Það er hálf glata. Here we go again. Við erum að fara út að borða. One last time. Áður en við förum heim á morgun. Við erum komið bíl, eins og ég sagði í gær og ætlum að keyra til Cabo Roy, held ég að heiti. Og fá okkur eitthvað að borða saman. Annars erum við bara búin að vera að pakka niður og undirbúa okkur fyrir morgundaginn. Og hlusta nýja til á Swift-plötuna. Of course. Hvernig tek ég mynd þar? Hvernig tek ég upp? Er það... Já, ég er að taka upp núna. Vá, hvað ég er miðaldra maður. Vá, þetta er fallegt. It is. I have to push the red one, yeah? Nej, Svart er it's the black button. Oh, okay. I was pushing the red one. Þetta er samtilega, ég var að setja síman eða. Ég sé ekkert að gerast. I don't know. Ég sé ekki hvað þetta er mikið. Ó. Já, þetta er 25. Ó nei. Þú að fara heim til Estocolmo. Estocolmo eru. Every time. Kia. Við mættum á Starbucks, við erum að fá okkur smá hressingu fyrir flugið. Ég er alltaf Kia eins og bílinn. Kia. Every time. Þetta kemur sem rétt, hún berður það rétt fram. Ég var að segja Stulla að við ættum bíl og værum í svona drive-thru menningu þá væri ég ansi hættulegt því þetta er svo gott. Ég bætti við karmelu last minute og það var smakka. Betur en í bjóstu. Já, ég held að myndir vera hater. Ég kýrst það heitt. Við erum komið með það og komið heim. Number 1. We have arrived. Leið og við komum niður í komusalinn þá vorum við bara, ég finnur þessa fiskilegt. Við ætlum síðan að fara og vera ekki að sniðu og fara þessum töskum að koma út til að ná þeim snemma.
Það var bara svona pollur á gólfinu með svona yldulykt. Við höfum ekki fundið lyktina af súrströmming, en good chances. 5 weeks later mætti ég og reynda að finna jógamottuna mína, en hún var mjög líklega stolen. Ég reyndi að claima hana eitthvað fyrir löngu síðan, en it wasn't there. Þannig að ný jógamotta mig. Og í framtíðinni reyna að vera aðeins meira í sambandi þegar ég að ferðast. Við erum búin að liggja eins og skötur hér í allan morgun. Og klukkan sko, hún 12. Ég var að græfa smá pre-run cocktail og allt fór mér epli. Svo ætlum við að skella okkur í langt hlaup. Langt hlaup fyrir mér og Stilla ekki alveg það sama. En hann að æfa fyrir marathon og Jesús mér. Og ég að fara að hlaupa hálfmarathon í september. En bara rétt að byrja, þannig að augljóslega ekki alveg komin tíma að byrja að æfa fyrir það. En ég búin að koma mér svona í almennt hlaupaform. Þannig að Stilla að fara að hlaupa hálfmarathon, held ég. Og ég að fara að hlaupa 10-12. Bara svona smá. Ég ógeðslega þreytt eftir ferðalagið í gær, maður. Úff. En já, svo bara koma heim og eiga næs sunnudag. Ég var að klára, hvað setti ég hana? Já, ég kláraði í gær að lesa þessa í fluginu. Ég að leita mér nýrri bók. Setti svona spurningabox á Instagram á hann og fekk fullt af hugmyndum. Mér langar pínu að halda áfram með Colleen Hoover, en ég fekk líka aðrar suggestions sem ég ætla að skoða. Það var ótrúlega magnað þegar við komum heim í gær. Ég er búin að gleyma hvað ég elska íbúðina okkar mikið. Ég kom inn og bara, vá, hvað gluggarnir eru stórir og ráka mikið pláss. Svo ég væri bara, ég er búin að búa inn í 2 ár, sko. En, most important of all. Hvað var ég glöð að sjá þessa? Kaffibollinn í morgun var divine. Við tókum líka, ég elska kaffibollan okkar og við tókum bara þessa 2 með okkur út. Þannig að nú er ég ógeðslega spennt að nota restina. Kaffivél mín. Nei, hvernig gerir nýja kynslóðin? Svona. Við erum víst ekki lengur að hlaupa í sól og 20 gráðum, þannig að outfit dagsins fóðraðar North Face buxur. Uppáhalds toppurinn minn, running socks og of course 2 hlýir bolir. Af því að veðrið, let me tell you, ekki alveg upp á marga fiska. Representing. Það svo kalt. Krest. Hverju fórum við á Spáni aftur? Okkur erum við ekki bara á Spáni. Flytjum bara permanently. Skítakuldi. Það kom bara 20 metrar á sekúndu, sko. Új. Þetta var svo kalt. Holy moly. Ég er búin að vera í styrtu en ég er ennþá bara... Úff, við vorum aðeins svo illa klædd af því að þegar við leiðum að stað þá var ekkert rok og við vorum ekkert að búast við turn of events. En já, ég fór 12,7 og Stulli er að halda áfram með hálfmaraþonið. Ég er hérna bara með súpuna mína bara... Christ. Það borða súpu, fara undir sæng aðeins, reyna að ná kjarnæta. Og ég svona, þegar ég var heima, hvað er ég að segja, áður en ég fór til Spánar og bara alltaf, þá finnst mér rosa næs að heyra svona í hinum og þessum á sunnudögum. Mömmu og pappa og bara fjölunni almennt. Ég er svona yfirleitt á sunnudögum heyri í einhverjum.
Þannig ég ætla að gera það. Ég er búin að spjalla með mömmu og ætla þess að heyri pappa. Og hafa það bara kósí. Fara að reyna að klára þessa blessuðu prjónapeysu sem ég er að reyna að segja svona 10 sinnum að ég sé að reyna að klára. En ég er komin að aðra ermina, þannig að þetta er að hafast. Aftermath.